Ný byggð við Slippinn í Reykjavík með 200 íbúðum ekki í tengslum við gamla Vesturbæinn, segir formaður íbúðasamtaka Vesturbæjar. Þá sé mynd á vef borgarinnar af nýrri rétttrúnaðarkirkju mjög villandi. Kirkjan sé mun stærri en myndin gefi til kynna. Meira en 200 íbúðir auk atvinnuhúsnæðis verða reistar vestan Slippsins við höfnina á svæði sem heitir Vesturbugt, samkvæmt deiliskipulagi sem nú í kynningu. Það slítur gamla Vesturbæinn frá sjónum, segir formaður íbúðasamtaka Vesturbæjar. Þessi skammt að bíða þetta svæði hér gjörbreytist ef áform borgaryfirvalda ganga eftir og þá geti svæðið, litið einhvern veginn svona út. Nýbyggingarnar mega vera alltaf 5 hæðir, í fyrri áfanga verða byggðar 209 íbúðir og þar af 68 í þessu 7 hæða húsi. Síðari áfangi gerir ráð fyrir 48 íbúðum þar sem Slippurinn nú en hann ekki á förum. Bílastæði verða innan við 1 á íbúð. Það sjá á fronturinn sem kemur hér, það gert ráð fyrir upp undir 18 metrum og ef við lítum hérna kringum okkur, þá er byggingi hérna sem að rísa hérna hinum megin. Hún núna þegar komin upp í 19 metra á kantinum, þannig að þið sjá að þetta mjög hátt og síðan með að tala að þetta sé lágreist byggð, þetta alls ekki lágreist byggð. Birgir segir að íbúasamtök Vesturbæjar muni senda inn athugasemdir og vonist líka til þess að geta rætt við borgarfulltrúa skipulagið. Samtökin séu ánægð með að verið sé að þétta byggð. Við erum ekki mjög sátt við hvernig það gert út af því að okkur finnst gamli Vesturbæjarinn ekki vera virtur í framhaldi af því gamla sem þar og sem mjög áhugavert byggingamynstur og við vilja sjá framhald í staðinn fyrir að koma með eitthvað allt annað sem miklu stærra og síðan slítur gamla Vesturbæjarinn frá sjónum. Þannig að sögulega séð verið að eyðileggja gamla Vesturbæjarinn bæði í útlitslega séð og það ætti náttúrulega mest að hugsa íbúð þess, ekki græki að fá sem flesta á okkur ákveðnum stað. Samhliða deiliskipulaginu við Vesturbugt auglýst deiliskipulag við Nýlendurreit þar sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan verður meðal annars reist. Myndir af kirkjunni á vef borgarinnar